Mig langar að tala aftur út frá orðinu í Jóhannes 10:10. Jesús Kristur, hann sagði í Jóhannes 10:10, þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða. Ég komin til að þeir hafi líf í fullri gnægð. Þannig að á síðasta sunnudag eða þegar ég talaði, þá ég að segja ykkur frá konu sem hafði komið á samkomur og hún hafði verið veik í fætinum, gat varla stigið í fótinn og þar var predikari sem var að predika og hann eiginlega trúði ekki því að Guð læknaði í dag, en hann fór að biðja og þá var það að heilagur andi sagði honum, hvatti hann til þess að biðja fyrir þessari konu. Og vitið það, hún læknaðist og það sem meira var að hann hafði verið að predika þarna í heilt ár og svo til enginn komið á samkomur, þessi kona og 4 börn, en næsta sunnudag, hann hafði beðið fyrir henni og næsta sunnudag á eftir að þá voru komin 40 og 50 manns á þennan stað. Og þetta var í Ástralíu að mig minnir, en það sýnir okkur að jafnvel þó að þú trúir ekki að þá vill Guð gefa þér líf. Hann elskar þig svo mikið, hann vill að þú eignist líf í fullri gnægð. Og ef við erum sjúk, að þá eigum við ekki líf í fullri gnægð og það það sem Guð vill gefa okkur. Hann vill gefa okkur líf í fullri gnægð. Hann vill gefa okkur, og Jesús hann segir þetta sjálfur, hann segir að þetta var tilgangurinn með komu hans, að hann, þú og ég, við fengjum líf. Og þið vitið það vilja allir vera það sem líf. Sumir eru farnir að kalla lífi fjör, ekki fjör hérna? Nei, það líf hérna, halleluja. Og við viljum vera þar sem lífið Það vill enginn vera þar sem dauði og logmolla, við viljum vera þar sem lífið En sjáðu, Jesús byrjaði á að segja, þjófurinn, hann kom til að stela lífinu. Og sagan, þegar við lesum hana, þá var lífsins tré, í 1. Mósebók segir að lífsins tré var í garðinum, 2, 16 og 17, að Guð, hann setti fullt af trjám í garðin og þar var lífsins tré. Svo lesum við áfram að óvinurinn hann kom, og hvað kom hann til að gera? Hann kom til þess að stela, slátra og eyða. Hann kom til að benda á eitthvað sem Guð hafði ekki ætlað Adam og Evu að eta. Guð ætlaði þeim að eta af lífsins tré, en þjófurinn kom og hann beindi sjónum þeirra að skilningstré góðs og ills. Guð ætlaði þeim aldrei að vita eða þekkja þetta illa, en óvinurinn taldi þau, hann kom og hann stal. Hann stal lífinu frá þeim og gaf þeim dauða í staðinn. Og Jesús, Guð, Faðir, var búinn að segja Adam og Evu að þau myndu deyja. Í dag þá Guð búinn að segja þér og mér, ef við göngum veg syndarinnar, þá leiðir það okkur í dauða. Og hann þráir svo mikið að gefa okkur líf. Og það eru ritningar, það ritning sem að ég lesi hérna fyrir ykkur í Þessalónikubréfinu 5:23, fyrra Þessalónikubréfi að Guð vill að líkami þinn, eða andi þinn, sál og líkami varveitist alheil við endurkomu hans. Hann vill að líkami þinn, andi og sál varveitist alheil. Og svo segir að Guð trúr og hann mun koma þessu til leiðar. Og mér langar aðeins að kannski í dag að við heyrum þetta svo oft og við lesum þetta og svo af hverju virkar þetta ekki hjá okkur? Af hverju höfum við ennþá sjúka? Af hverju erum við að berjast við sjúkdóma? Af hverju erum við að berjast við þetta og hitt? Jú, Jesús sagði, í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughraustir, ég hefi sigrað heiminn. Og Jesús, hann sleppti aldrei neinum frá sér ólæknuðum. Þeir fóru bara læknaði frá honum. Það bara var þannig.
og það þannig í dag einnig. Málið bara að snerta Jesú. Og það þar sem að okkur skortir á, það þar sem við þurfum að í raun og veru að læra að snerta Jesú. Í dag hann ósýnilegur, þá var hann sýnilegur. Og mér langar aðeins að við lesum áfram. Mér langar að segja ykkur að í Gamla testamentinu í 5. Mósebók að þá segir Guð við Ísraelsmenn að hann hafi lagt fyrir þá bölvunina, lífið, þar að segja lífið, dauðan, bölvun og blessun. Og þetta í 5. Mósebók 30, 19 og 20. Og hann segir, ég hef lagt fyrir því í dag lífið, dauðan og síðan bölvunina og blessunina. Svo segir Guð, veldu lífið. Þannig að hann gefur ráð. Hann gefur þér ráð. En margir, jafnvel kristnir í dag, það að bögglast fyrir þeim á ég að velja lífið. Sjáðu, í Mósebókinni var lífið fólkið í því að hlýða Guði og Jesús Kristur hann segir, sá sem elskar mig og velur lífið, hann heldur boð mín. Þannig að ef við veljum lífið, þá höldum við boð Guðs. Lífið fólkið í því að halda boð Guðs, að lifa í honum. Það lífið. Og Guð sagði við á í Gamla testamentinu, hann sagði veldu lífið. Og Jesús segir við okkur í dag líka, veldu lífið. Veldu lífið. Nú, Jesús farinn, við sjáum hann ekki lengur og við sjáum að hann læknaði alla og ekkert mál. Það var bara komið til hans og jafnvel þegar lærisveinarnir gátu ekki læknað að þá var farið með málið til Jesú og hann sagði, vantrúa kynslóð, hvenær ætlið þið að læra þetta? Og ég trúi því að hann segir það ennþá við okkur í dag. Hvenær ætlum við að læra þetta? Og komið með hann til mín, sagði hann. Og hann byrjaði að tala við föðurinn. Jesús byrjaði að framganga í ákveðinu gjöf. Hann lagði ekki strax hendur yfir hann. Hann byrjaði að spyrja föðurinn, hversu lengi hefur hann verið svona? Þannig að við sjáum, Jesús vissi alveg hvað hann var að gera. Hann vissi að þurfti trú og hann kunni að kveikja trúna. Síðan lagði hann hendur yfir drenginn, drengurinn engdist sundur og saman, fólk hélt hann væri dáinn, en Jesús reist hann upp og hann var alheilbrigður. Þannig að Jesús, hann kunni að nota náðargjafir heilags anda. Við vitum það, ritningin segir að Guð smurðan heilugum anda og hann græddi alla þá sem að djöflinu voru undirokaðir. Og Jesús farinn, en ritningin segir okkur að hann skildi okkur ekki eftir munaðarlausa, hann skildi einhvern hér eftir sem tengir okkur við lífið. Og þessi einhver, hann ekki bara einhver, hann Guðs mikli, voldugi, góði, heilagi andi sem reisti Jesúm upp frá dauðum. Og margir halda að þetta sé bara svona eitthvað reykský, eitthvað andrúmsloft, einhver stemming. Vissulega kemur heilagur andi stundum í skýi, vissulega gefur heilagur andi ákveðna stemmingu og hún yndisleg, en heilagur andi ósýnileg persóna sem getur verið hvar sem í heiminum á sama stað. Og þetta svo öflugt að við skiljum það en skiljum það ekki. Þegar ég segja að hann getur verið á mörgum stöðum í einu, þá skilur það en þú skilur það samt ekki. Af því að það heyrir ekki undir okkar lögmál. Það ekki Pýþagórus, það virkar ekki undir honum og það virkar ekki undir þyngdarlögmálinu eða þessum veraldlegu náttúrulegu lögmálum. Það virkar ekki undir náttúrulegu lögmálunum. En Guð, hann getur gert meira heldur en við getum upphugsað. Og það finnst mér svo stórkostlegt þetta. Hann Guð. Hann Guð. Og þess vegna það að hann sendi heilagan anda. Og ég ætla að lesa hérna
í 16. kaflanum, vers 7. Ég segi þér sannleikann, og það Jesús sem að tala, það yður til góðs að ég fari burt, því að ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. Og hann talar hjálparan. Þannig að það einhver sem hérna sem heitir hjálpari, og hann til að hjálpa þér, og þú segir ég vissi það ekki. Það komin tími til að við förum að vita það, og það komin tími til þess að við förum að kynnast þessum sem á að hjálpa okkur, vegna þess að ef við ekki vitum af honum hvernig getur hann hjálpað okkur, ef við þekkjum hann ekki og þekkjum ekki raust hans, getur þá ekki einhver annar komið og platað okkur, og það svo oft það sem að gerast. Jesús segir að ég segi þér sannleikann, það til góðs að ég fari burt, því að ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki, en ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Og það það sem gerðist, að hjálparinn hann kom til jarðarinnar og hann hér á jörðunni í dag. Og við skulum lesa bakka hérna í 14:26, Jóhannes 14:26, þar segir hann, en hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna yður allt, minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Ok, hjálparinn, heilagi andinn, hann kennari. Hann kennir okkur og hann minnir okkur á það sem Jesús kendi. Ef við bökkum aðeins í Mattheus 28:20, þar Jesús að tala að hann sendir það út og hann segir, kenni þeim allt sem ég kendi yður. Okay? Jesús var með lærisveinum sínum og hann kendi þeim. Heilagur andi, hann kennarinn okkar í dag. Við höfum ekki Jesú. Jesús í heilagum anda og þá kemur aftur þetta. Það erfitt að skilja, en við skiljum en skiljum ekki. Jesús og heilagur andi eitt, þannig að persóna Jesú í heilagum anda og persóna föðurins opinbera sig í gegnum heilagan anda, en heilagur andi kennarinn okkar. Jesús, hann tók lærisveinana og þegar þeir sögðu, Jesús, af hverju gátum við ekki læknað hann? Þá tók hann á afsíðis og hann kendi þeim og hann sagði, þessi sjúkdómur, hann fer ekki út nema þið lifið bæna lífi. Að þið hafið þessa smurningu sem til þarf. Að þið gangið í heilagum anda og að þið lifið föstuðu lífi og lifið smurðu lífi. Þannig hann kendi þeim. Og hann kendi þeim margt annað. Og hann var með þeim, hann svaf með þeim, hann borðaði með þeim og hann kendi þeim. Og nú hann að segja okkur að hann sé farinn að fara og hann hafi sendt einhvern annan í staðinn til þess að gefa okkur líf, til þess að við gætum lifað lífinu áfram. Þannig að þó að Jesús hafi farið, að þá hann samt hér, heilagur andi hér, hann hér í heilagum anda. Og það eru frábær versi í Jóhannesar Guðspjalli 14, 15, 16, þar sem hann að tala innan skams munu þér ekki sjá mig framar, og heimurinn mun ekki sjá mig, en þér munu sjá mig. Innan skams munu þér ekki sjá mig, og aftur innan skams munu þér sjá mig. Og lærisveinarnir auðvitað, þeir skildu ekkert hvað hann var að tala og hann segir við þá, skiljið ekki hvað ég að tala og þá kemur það þetta, hann fer burt og fer til föðurins, en heilagur andi kemur aftur og heimurinn þekkir ekki heilagan anda, en við lærisveinar Jesú, við þekkjum heilagan anda, eða minnstakosti við eigum að þekkja hann, og hann kennarinn. Nú skulum við líta aðeins í 1. Korintubréf 12. kafla, 1. vers, 12. kafla og 1. vers, talandi heilagan anda, og frumtextin segir bara, svo ég minnist á andan bræður, svo ég minnist á gáfur eða gjafir andans bræður. Þá vil ég ekki að þér séu fáfróðir. Þannig að þetta sem ég verið að tala að Guð vill ekki að við séum fáfróð. Hann vill að við, í fyrsta lagi, að við vitum hver heilagur andi
og líka að við þekkjum hann og líka að við þekkjum þær gjafir sem hann hefur gefið. Sem hann hefur gefið í söfnuðin. Þær eru til staðar í söfnuðinum. Spurningin kunnum við að nota þær? Kunnum við að framganga í þeim og erum við, eins og segir, kapli 14, vers 1, keppið eftir kærleikanum, sækist eftir gáfum andans, erum við að sækjast eftir þeim eða erum við svo upptekin af einhverjum öðrum anda? Sjáðu til, það annar andi sem heitir áhyggja fyrir lífinu, sem heitir efnishyggjuandi, sem svo margir eru uppteknir af. Og Biblían segir í Markúsarguðspjalli þegar Jesús var að kenna lærisveinum sínum að þessi andi, hann kæfði sáðkornið sem sáð var í jörðina. Sáðkornið var að byrja að bera ávöxt, en svo kom þessi andi og hann kæfði það. Af því að við vorum svo upptekin af öllu þessu í heiminum að við vorum ekki lengur að sækjast eftir lífinu eða gjöfunum sem að Jesús gaf til þess að við gætum lifað í fullri gnægð. Þannig að ég trúi systkini að gjafirnar eru gefnar til þess að brjóta niður verk djöfulsins. Sjáðu til, Jesús kom til þess að við höfum líf. Óvinnurinn kom til þess að stela, slátra og eyða. Jesús, þar sem hann gerði alltaf, og 1. Jóhannesarbréf 3:8 segir, til þess birtist Guðs sonur að hann skyldi brjóta niður verk djöfulsins. Hvað segir Jóhannesarbréf 3:8 því þarna aftast? Þið verður að gera eitthvað annað. Við þurfum að sækjast eftir lífinu. Við þurfum að sækjast eftir lífinu og við þurfum að vera að sækjast eftir því að Guðs andi starfi á meðal okkar. Og ég sagði að heilagur andi gjafirnar eru gefnar til þess að gera það sama og Jesús Kristur gerði. Þess að brjóta niður verk djöfulsins. Ok, lítum aðeins á. Það segir, mismunur á náðagáfum en andinn hinn sami. Mismunur á embættum en drottinn hinn sami. Mismunur á hæfileikum til að framkvæma en Guð hinn sami sem kemur öllu til leiðar í öllum. Andinn opinberast í sérhverjum til þess sem gagnlegt Og ein þýðing segir, andinn opinberast í sérhverjum til þess að við getum hjálpað hvert öðru. Og það það sem líkami Krists á að gera, við þurfum að hjálpa hvert öðru. Og síðan segir, einum fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda, hinn sami andi veitir einum trú, hinn öðrum lækningagáfu, öðrum kraft til að framkvæma undur, einn fær spádómsgáfu, annar hæfileika til að greina anda, einn að tala tungum, annar að útleggja tungutal, en öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andinn, og hann útbýtir hverjum og einum eftir vild sinni. Þannig að spurningin hverjum réttir þú verkfæri? Einhverjum sem kann að nota það, einhverjum sem að vill nota það, einhverjum sem að hugsa að nota það, eða einhverjum sem er upptekin af einhverju allt öðru. Ef við erum saman að vinna einhver staðar og þú sér að það einhver sem bara starrandi út í loftið og hann hefur engan áhuga á verkinu, ætlar að rétta honum verkfæri? Nei, þú veist að hann hefur ekkert við það að gera því að hann mun ekki nota það. Og það eins með heilagan anda að þetta kemur svo skýrt fram. Jesús, hann segir, ég kom til þess að þér hafi líf í fullri gnægð og Guð, hann þurfti samt að segja þeim að velja lífið. Og það svo skrítið. Hann þarf samt að segja fólk í dag að velja lífið. Jafnvel kristnum. Hann þarf samt að endurtaka þetta aftur og aftur og aftur. Veldu lífið. Af hverju eru sumir að falla frá trúnni? Að þeir velja að hafna
lífinu. Hann þarf að segja við okkur aftur og aftur, veldu lífið. Og það sagt að einn konungin að hann í konungabókunum að honum vegnaði vel meðan hann leitaði drottins. Og að velja lífið, það þýðir það að við erum að leita drottins. Er drottin týndur? Nei, hann ekki týndur en hann ekki sýnilegur í þessum náttúrulega heimi, þannig að við þurfum að leita hans á þann hátt eins og krakkarnir hafa lært að vera tengd. Þau eru alltaf tengd og ef við erum alltaf tengd að þá erum við að leita hans. Og hvað þýðir að vera tengdur? Það þýðir ekki það að ég sé á netinu eða sé á Facebook eða Twitter eða Instagram. Það þýðir það að andi minn alltaf að hugsa til drottins. Þó ég sé ekki að biðja að þá ég alltaf að hugsa drottin, ég að leita hans. Hvað get ég drottin gert til þess að gera þinn vilja í dag? Einhver hér sem ég á eftir að hitta í dag sem í þörf fyrir þig? Ég að leita hans. Ég að leita hans. Og það það sem í raun og veru að þegar ég byrja að leita hans, þá sé ég hvað ég hræðilega óvopnaður og hvað ég mikið þarf á gjöfunum að halda. Og sjáðu til, stundum koma svona bylgjur að fólk vill, og þessar gjafir byrja að starfa og fólk byrjar að hreykja sér upp í því, fólk byrjar að misnota þessar gjafir. Gjafirnar eru til þess að mæta þessum þjáða heimi sem við lifum í. Hugsið ykkur að geta farið bara út í búð og séð einhver þar sem þarf á lækningu að halda og segja við hann, Jesús Kristur læknar þig. Og sumir eru að gera þetta, sumir hafa lært að nota gjafirnar og að gera þetta út í hennum stóra heim í dag. Og ég virkilega þrái að sjá þetta gerast í mínu lífi og meðal okkar, að við sem kirkja við sjáum gjafirnar starfa á meðal okkar. Og líka við höfum þessa, sjáðu, það tvennt sem fer saman. Jesús hann kenndi brjóstum fólkið. Ef þú hefur meðöngun með fólki, að þá kemur þráin eftir að eignast gjöfina til að geta hjálpað fólki. Og Jesús hann segist vera kominn til þess að við höfum líf í fullri gnægð. Og það er svo mikið í heiminum í dag, mikil neikvæðni. Og stundum það, ég talaði á bænastund hérna daginn, að stundum það að við hinni kristnu, við förum í þennan neikvæða anda og ætlum að mæta neikvæðninni með kristilegri neikvæðni. Og við segjum, sko, þú mátt ekki gera þetta og þú átt ekki að gera þetta og þú ert svona syndari og þú ert svona syndari. Og ég var að hugleiða þetta og ég sagði, hvað með að gefa þeim lífið? Það segir að lífið uppsvelgir dauðan. Sjáðu þegar einhver kemur og hann finnur á þú, elskar hann og þú gefur honum líf. Það er alveg sama hvað hann mikill syndari. Að hann getur ekki staðist það. Það er allir sem þrá lífið. Við erum gerð fyrir lífið. Og við þurfum ekki að segja fólki að sé í þessari synd eða þessari synd. Flestir vita það. Við þurfum að segja fólki að Jesús Kristur, hann kom til þess að þú hefði líf í fullri gnægð. Og ég trúi því að við þurfum virkilega að taka okkur tak til þess að vera í þessum anda. Það segir í Rómverjabréfinu 12:1 að við sigrum illt með góðu. Við sigrum illt með góðu. Og Jesús Kristur, hann jafnvel þegar Júdas var búinn að svíkja hann, framselja hann til dauða, að þá segir hann bara farðu og gerðu það sem þú þarft, vinur, í kærleika. Og bara öll þessi holskefla af neikvæðni og við erum að tala já að þetta svona og þjóðfélagið orðið svona og ef við fáum þessa trú inn þá verður þjóðfélagið svona. Hvað með að boða þeim lífið? Ég verður að hugsa, og ég að tala til mín líka, hvað með að boða þeim lífið? Hvað með að vinna múslima fyrir Jesúm Krist? Hvað með að vinna þennan hóp fyrir Jesúm Krist? Hvað með að segja þeim frá Jesú að hann gefur líf? Hann lausnarinn, hann frelsarinn. Jesús Kristur, hann sagði ég kom til þess að þeir hefðu líf
og líf í fullri gnægð. Og með þessa neikvæðu menn og þessa stórsyndara og þessa sem að rífa niður þjóðfélagið okkar, að mér langar bara að enda með því að segja að horfum á mann sem hét Sál. Hugsið ykkur. Haldið að hinni kristnu hefðu talað vel hann í dag? Segjum hann hefði verið í Reykjavík. Við frétt á að hann væri að koma til Keflavíkur og taka fólk hérna í fangelsi og það væri verið að, fyrir trúna. Nei, ég hugsa að við höfum sjálfsagt mætt honum með kristilegri neikvæðni. En Jesús Kristur, hvað gerði hann? Hann opinberaði honum lífið. Hann opinberaði honum ljósið að himni og hinn bara sagði, hver þú drottinn? Og ég trúi því að við fáum að heyra þessa spurningu þegar við höfum þetta líf og þegar við predikum þetta líf, að fólk segir, hver þú drottinn? Hver þú drottinn? Og mér finnst það svo stórkostlegt að Guð, hann gjörsamlega umbreytti lífi Páls postula. Hann tók þennan Guðs hatara, þennan mann sem var að ofsækja kirkjuna, hann tók hann og hann snér honum á punktinu. Og ef að Guð gerði það við hann, getur Guð þá ekki gert það við þá sem eru málpípur Satans hér á Íslandi í dag. Ég trúi því og ég geri það ofta, ég bið fyrir þeim sem að, ég hef tilhneigingu til að hata. Ég bið fyrir þeim sem að mig langar að blasta. Ég bið fyrir þeim, ég segi, Drottinn, frelsaðu þá. Drottinn, gefðu þeim iðrun, mættu þeim. Við þurfum að virkilega, bara að meðtaka það að Jesús Kristur, hann vill gefa okkur líf. Hann kom til þess að við höfum líf og líf í fullri gnægð. Það segir á einum stað að lögmálið vekur reiði. Og þegar við predikum lögmálið, að þá vekur það reiði fólks. Þegar við predikum lífið, að þá kemur miskunn Guðs. Þannig að við þurfum að gefa frá okkur lífið. Jesús sagði, ég er komin til þess að þið hafi líf í fullri gnægð, og hann gaf okkur heilagan anda til þess að vera í nánu samfélagi. Ef þú lest Jóhannes 16:7, að þá segir hann að heilagur andi, við getum átt náið samfélag við hann. Náið samfélag. Og síðan erum við kölluð til þess að gefa áfram þetta líf. Þetta er eins og að rétta kefli. Við gefum áfram þetta líf frá okkur. Og það er bara svo yndislegt að geta gefið lífið. Þér líður vel ef að þú gefur einhverjum öðrum lífið. Þú finnur það. Það er svo gott að gefa öðrum lífið. Blessa einhvern. Segja honum að Jesús elski hann. Amen. Þannig að veljum lífið, elsku systkini, og spurðu sjálfan þig, er ég að sækjast eftir gjöfum andans? Eða er ég bara uppgefin á að mér finnst ég svo hjálparlaus að ég get ekki hjálpa fólki? Ég veit ekki með þig, en ég er að sækjast eftir gjöfum andans vegna þess að heilagur andi, hann er það eina sem getur í raun og veru hjálpa fólki. Sama hvort það er andi, sál eða líkami. Andi, sál eða líkami. Heilagur andi er læknirinn, hann er græðarinn, hann er fræðarinn og hann er sá eini sem getur hjálpað fólki. Þú getur reynt að afneita sjálfum þér og það er ekkert rangt við það, en sjáðu til þegar þú fær lífið í staðinn. Mér var svo yndislegu vitnisburðurinn hans Hilmars að hann sagði, ég líti á mig sem heilbrigðan. Ég líti á mig sem heilbrigðan. Guð, hann hefur læknað mig. Og sem sagt, ég er ekki lengur í þessu, ég er heilbrigður. Og það er þannig sem að þegar Guð gefur okkur lífið, að þá erum við ný sköpun. Þannig að við þurfum að sækjast eftir þessu lífi sem uppsvelgir dauðan. Og Guð, hann er alltaf máttugur og það sem meira er að hann þráir. Hann þráir að mæta þér og hann þráir að mæta
mér. Og við skulum rísa á fætur og við skulum biðja saman.